Hættustig og rauðar viðvaranir eru í gildi á nær öllu landinu vegna veðurs. Mikið var foktjón og eldingaveður gekk yfir síðdegis. Rúta fauk út af veginum yfir Hellisheiði. Það gífurlega hvasst á Hellisheiði eins og sést. Stýrivextir voru lækkaðir 0,5% í dag. Seðlabankastjóri segir spennuna í þjóðarbúinu í rénun. Peningastefnan hafi virkað á verðbólguna. Fjöldi fólks lagði í dag blóm og kerti við skóla í Örebró þar sem mannskæðasta skotárás í sögu Svíþjóðar var framin í gær. Íslenskar mjólkurkýr eru margfalt afkastaminni en frænkur þeirra á hinum Norðurlöndunum. Kúabændur telja sumir tímabært að skoða innflutning erlendra kúa hingað til lands. Komið þið sæl. Sunnan stormur gengur yfir landið og rauðar viðvaranir verða í gildi fyrir stóran hluta landsins fram eftir kvöldi. Almannavarnir lýstu yfir hættustigi á öllu landinu nema Vestfjörðum. Það var mjög hvasst og björgunarsveitir fóru í tugi útkalla vegna foktjóns. Rúta fauk út af veginum yfir Hellisheiði síðdegis í dag en vel gekk að ferja farþega niður af heiðinni. Mikið eldingaveður gekk yfir stóran hluta landsins síðdegis þar sem eldingu sló meðal annars niður í Hallgrímskirkju. Nú Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður í samhæfingarstöð almannavarna. Þú varst Eva eins og við sáum í byrjun fréttatímans út í veðrinu í allan dag og það gekk mikið á. Já, það gekk sannarlega mikið á og maður er ennþá bara hálf veður barinn. Það er gott að vera komin aðeins inn í hlýjuna. Það hefur verið fjöldi útkalla allt land og veðrið það er ekki búið. En hérna hjá mér er Runólfur Þórhallsson, sviðsstjóri hjá Almannavörnum. Runólfur, hvers konar verkefni hafa þetta aðallega verið? Já, það hafa verið að koma mest tilkynningar foktjón. Það er þakplötur, það eru lausamunir, skjólveggir. Ég séð allavega minnst okkur eina tilkynningum tré sem hafi fallið hérna í Reykjavík. Þannig að þetta er svona, já, spáin er að ganga eftir og þetta er mikið veður og gott að fylgjast mjög vel með. Það voruð einhver slys á fólki? Ekki höfum við fengið neina tilkynningar það en það er ljóst að í svona veðri þegar þakplötur eru að fjúka og lausamunir að þá er nauðsynlegt að fara eftir tilmælum sem að lögregla og almannavarnir hafa gefið út að vera ekki á ferðinni að nauðsyn lausu. Við sáum ekki betur en að væri bara svona nokkuð fáir allavega gangandi á ferðinni í dag. Hvernig finnst ykkur svona fólk hafa tekið þessum tilmælum? Við erum bara svona heilt yfir bara ánægð með það og við sjáum það einmitt líka að það eru svona, já, frekar fáir á ferli. Það eru eldingar og þrumur og hefur farið í rafmagnslínur. Hvernig svona eru þið að undirbúa ykkur undir þetta? Já, það var svo vinna hófst í raun og veru bara í byrjun vikunar þegar veðurspáin svona fór að segja okkur frá því að þetta geti brostið á. Síðan bara strax í morgun að þá erum við búin að vera að funda með Landsneti, Rarik, fulltrúum frá Landsbjörg og lögreglustjórum og lögreglufólki út allt land. Þannig að við erum að byrjum að undirbúa þetta strax í morgun og svo þróaðist þetta bara í þessu rauðu viðvörun og hættust í almannavarna. Þannig að veðurspáin eins og ég sagði áðan, gengið eftir, það er bara virkilega slæmt veður og mikið tilkynningar. Við erum að fá núna Suðurnes, Suðurland, höfuðborgarsvæðið á Vesturlandi erum við að fá, ég ætla þetta sé ekki komið yfir 200 verkefni þar sem það eru aðstoðarbeiðnir sem að lögregla, slökkvilið og björgunarsveitir eru að sinna. En það er einhvern veginn alveg nóg eftir að þessum viðvörunum. Hvernig ætla að hafa þetta og haga þessu næsta sólarhringinn? Já, einmitt, veðrið færist svo yfir landið þannig að við vitum það að það er búið að virkja aðgerðastjórnir víðar á landinu fyrir norðan og austan og raun og veru allt landið svo að segja í viðbragðsstöðu út af þessu veðrið. Þetta er mjög óvenjulegt að þetta sé svona all land, svona víðtækar bæði appelsínugular og rauðar viðvaranir. Svo er eins og svona að dræja aðeins úr þessu í nótt en spáin er jafnslæm fyrir morgundaginn þannig að við biðjum bara fólk að fylgjast mjög vel með skilaboðum frá lögreglu, frá almannavörnum, frá Veðurstofunni og Vegagerðinni og fylgjast bara mjög vel með. Takk fyrir það, Runólfur. En Ágúst Ólafsson, hann er á Siglufirði og þar hafa björgunarsveitir líka haft í nægu að snúast.
Takk fyrir það, Eva. Já, veðrið sem þarna hjá ykkur að koma til okkar. Það að hvessa verulega hérna þessa stundina eiginlega og kannski svona síðasta klukkutíman. Og rignir líka dálítið mikið í þessu, en hann hér hjá mér Ingvar Ellingsson, stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum á Siglufirði. Ingvar, hvernig eru þið undirbúnir fyrir þetta? Já, við erum bara eins og aðri björgunarsveitamenn alltaf á tánum og erum svona búin að vera í sambandi við aðgerðarstjórn á Akureyri og annað með undirbúning fyrir þetta. Þannig að við svo sem erum alltaf klárir og bara tilbúinir ef að kallið kemur. Ég heyri það svolítið á ykkur að það skiptir svolítið miklu máli hvaðan vindurinn kemur, hvort þetta getur verið sunnan eða örlítið suðvestan til dæmis hér á Siglufirði. Það getur munað miklu. Já, þegar undir fjöllunum hérna þá skiptir mjög miklu máli hvernig vindáttin og við erum svolítið hrættir að ef hann snýr sem meira í suðvestri í kvöld þá verði byljóttara og hvassara hér í bænum. Þannig að þið eruð alveg viðbúnir því að það verði kannski einhver útköll í nótt. Já, við erum að sjá það að veðrið verði kannski verst hérna svona rétt fyrir miðnætti og þegar líður á nóttina og svo aftur í fyrramáli. En þetta í annað skipti bara núna á 2-3 dögum sem það var mjög hvasst hér á mánudaginn líka. Jú, það var mjög hvasst hér og það svona höfum við líka kannski áhyggjur af því að þök og annað séu kannski orðið löskuð eftir þessa endurteknu hvassviðri og við erum bara eins og ég segi bara búnir undir það versta en vonum það besta ef að vindáttin vinnur með okkur. Ingvar, takk hérlega fyrir það og ég ræddi við lögreglustjórann Norðurlanda vestra hér rétt fyrir fréttir og eins og Runólfur sagði áðan að þá erum menn tilbúnir í aðgerðarstjórn ef að þarf að grípa til aðgerða í nótt og aðgerðarstjórn hjá lögreglustjórann Norðurlanda eystra verður klárlega virkjuð í fyrramálið því að nú rauð viðvörun hér aftur klukkan 10 í fyrramálið og þá erum menn tilbúnir að grípa inn í það. Og ég finn það bara núna að það að hvessa hérna mjög mikið og miklir vindstrengir sem að koma hér á okkur og við allavega vonum það besta fyrir nóttina en segjum þetta gott hérna á Siglufirði. Takk fyrir það, Ágúst Ólafsson á Siglufirði og það eru margir að fylgjast mjög vel með fréttum eins og Runólfur sagði hér áðan. En Óli Þór, hvernig útlitið framundan í kvöld og í nótt? Já, núna eru sem sagt skilin komin svona svolítið inn á hérna vestanvertlandið og þeim fylgdi töluvert eldingaveður og þær eru núna svona sýnist með mestar yfir Suðurlandi og færa síðan áfram austur og það eins og Ágúst sagði, það að hvessa mikið fyrir norðan og þá enn eftir að hvessa þá austast á landinu líka. Já. Og viðvaranirnar eru að detta út hérna sem rauðu hérna vestan til og færa síðan austur með landinu þegar líður á nóttina og svona miðjanótt þá eru rauður viðvaranirnar í stopp í bili en svo koma þær aftur inn snemma í fyrramálið. Já, hér og þá allt land? Mest allt land. Suðausturland með appelsínugula, Breiðafjörður fær appelsínugula en það verður mun minni vindur eins og á Snæfellsnesi, meira inn í dölunum og svo sleppa vestfirðirnir alveg við viðvaranir á morgun. Og það ekkert óeðlilegt við þessar eldingar? Nei, í raun ekki. Þetta bara mjög myndarleg skil sem að fara yfir og það myndast oft svona eldingaveður í svona endanum á þeim. Já. Óli Þór, þú ferð hins vegar betur yfir þetta hér á eftir að loknum fréttunum og íþróttunum en takk fyrir þetta í bili. Og nú meira svona tengt veðrinu því stefnuræða forsætisráðherra sem var á dagskrá strax eftir fréttir var frestað vegna veðurs. Stefnuræðinu verður fundin ný tímasetning en ekki liggur fyrir hvenær það verður. Þannig að Kastljós verður á sínum stað að loknum fréttum, íþróttum og veðri þar sem haldið verður áfram að fjalla veðrið sem gengur yfir landið þessa stundina. En þá snúum við okkur að öðrum fréttum. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti sína í morgun 0,5% stig og þeir standa nú í 8%. Lækkunin var í takti við væntingar markaðarins, verðbólga 4,6% og heldur áfram að hjaðna. Seðlabankastjóri segir spennuna í þjóðarbúinu í rénun, engu að síður sé ástæða til að hafa áfram þétt taumhald í peningastefnu og sína varkárni í næstu skrefum. Ekki síst í ljósi aukinnar óvissu í alþjóðlegum efnahagsmálum þar sem tollastríð gæti sett allar spár úr skorðum. Hvaða áhrif mun þessi stýrivaxtalækkun hafa? Já, ég gerir ráð fyrir því að vextir á lánum heimilanum muni lækka mjög fljótlega og bara svona almennt séð að allir sem verið með þennan breytilega vexti muni sjá vantarlega lækkun á vöxtum. Óttastu ekki að bankarnir hrifsi þetta til sín og hækki vextina sín megin frá? Ég held ég get ekki svarað fyrir þá en mér kemur það reyndar óvart núna að það eitthvað breyting á verðtryggðum vöxtum. Þannig ég bara vænti þess að þeir skiluðu þessu bara áfram. Þannig að þetta aðhald sem að Seðlabankinn hefur veitt að skila þeim árangri sem þú vonaðist til að sjá? Já,
Eitt af meginmarkmiðum Seðlabankans að stuðla að stöðugu verðlagi. Verðbólgumarkmið bankans 2,5%, svo enn vantar nokkuð upp á að því sé náð því verðbólga mælist 4,6%. Hún hefur lækkað mikið eða 5,6 prósentustig frá því í febrúar fyrir 2 árum þegar hún mældist 10,2%. Stýrivextir eru verkfæri sem Seðlabankinn getur beitt til að slá á verðbólguna, svolítið eins og kaldur bakstur á bólgin vöðva. Þeir voru hækkaðir mikið, náðu hámarki fyrir 2 árum en lækkunarferlið hófst í haust. Þessi þróun hefur haft mikil áhrif á húsnæðismarkaðinn þar sem dregið hefur úr umfram eftirspurn og hingað til linnulausum verðhækkunum. Já, Seðlabankinn hefur að minnsta kosti náð markmiði sínu að hægja á markaðnum og það hefur tekist. Fasteignamarkaðurinn er ennþá mjög stýrður og þar af leiðandi í jafnvægi. Íbúðaþörfin er svo mikil, þannig að sá lager sem til staðar núna, hann getur verið fljótur að tæmast. Hún segir brýnt að hugað sé vel að íbúðaþörfinni. Lykillinn að jafnvægi á fasteignamarkaði sé að framboð af íbúðum haldist í hendur við eftirspurnina. En eins og við vitum, þá hefur svo jafnvægislist reynst nokkuð erfið, sérstaklega á seinni árum. Við viljum auðvitað að markaðsöflin fá að ráða för á þessum markaði, hann sé ekki undir taumhaldi Seðlabankans, af því að það er ekki eðlilegur markaður ef við horfum til langs tíma. Auðvitað viljum við að, eins og eflaust flestir, að bæði stýrivextir og verðbólga og vextir almennt séu sem lægstir á markaðnum. Djúp sorg ríkir í Svíþjóð. 11 eru látnir eftir skotárás í skóla í Örebró í gær. 5 særðust lífshættulega. Minningarathöfn hinn látnu í Sankti Nikolai kirkjunni í Örebró í dag hófst á mínútu þögn. Íbúar borgarinnar, konungshjónin ráðherrar og fleiri lögðu leið sína að Rísbergska skólanum í dag og minntust þeirra 10 sem ódæðismaður myrti í skotarásinni í gær. Henni lýsir forsætisráðherrann sem veri verstu í sögu landsins. Not in this place. I mean, you have heard about it in different parts of the world, but of course it's a shock. It's your hometown and it's so many lives destroyed. It's hard to find words. We are here to show our grief to all the families who have their loved ones, who has people who have lost their lives, but also they should always remember that they are not alone. I think today this whole Sweden will take part and are standing behind them. 5 voru flutt á spítala í gær í lífshættu en ástand þeirra sagt stöðugt. Ódæðismaðurinn var 35 ára og með leyfi fyrir 4 rifflum samkvæmt sænska Aftonblaðinu. Hann hafði ekki komist í kast við lögin en glímdi við andleg veikindi og einangraði sig frá samfélaginu. Hann svipti sig lífi á vettvangi og telur lögregla að hann hafi verið einn að verki. Framhaldsskólakennarar samþykktu í dag verkfall í 5 skólum með miklum meirihluta. Það hefst 21. febrúar ef ekki verður samið fyrir þann tíma. Verkfall framhaldsskólakennara ótímabundið og nær til Menntaskólans á Akureyri, Verkmenntaskólans á Akureyri, Borgarholtsskóla, Verkmenntaskóla Austurlands og Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Auk þess samþykktu kennarar í Tónlistarskólanum á Akureyri verkfallsboðun. Samninganefndir kennara og ríkis- og sveitarfélaga sátu á fundum í Karphúsinu í dag og samkvæmt upplýsingum frá ríkissáttasemjara var góður gangur í viðræðunum og tókst að leysa úr nokkrum ágreiningsmálum. Ríkisstjórn Frakklands stóð í dag af sér tillögu vantraust sem lögð var fram á franska þinginu á mánudag eftir að François Bayrou, forsætisráðherra Frakklands, ákvað að koma fjárlögum í gegnum þingið án atkvæðagreiðslu. Aðeins 128 þingmenn studdu tillögu vantraust en 289 atkvæði hefði þurft til hún næði í gegn. Þingmenn úr vinstriflokknum Le France Insoumise báru þessa tillögu upp en þingmenn úr sósíalistaflokknum voru hins vegar búnir að gefa til kynna að þeir myndu ekki styðja hana. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres varar við þjóðernishreinsunum á Gaza eftir að Bandaríkjaforseti greindi frá þeim hugmyndum sínum í gær að Palestínumenn yrðu hraktir þaðan og Bandaríkin myndu taka svæðið yfir. Trump lýsti þessu yfir eftir fund með forsætisráðherra Ísraels.
Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir brýnt að virða alþjóðalög, stefna að 2 ríkja lausn og alls ekki að fremja þjóðernishreinsanir. Leiðtogar ríkja víða heim hafa í dag mótmælt hugmyndum Trumps Gaza. Það gera íbúarnir þar líka. احنا ضد التهجير، ضد ترامب، ضد أي كلام. يعني كل شيء صار هينا موجودين احنا في بلدنا. في الخمسينات وهذا بطنطنوا على هذا ليش التهجير للفلسطينية على سيناء. طبعا مع الفترات اللي فاتن طبعا زي ما تقول حصلت مظاهرات مسيرات من قطاع غزة، فأصبح طبعا زي ما تقول فشل عدة مرات هذا المشروع. وبصمودنا طبعا الآن شايف بتوقع انه كمان انه يفشل. Endurbyggingu nú lokið á stærstu moskunni í Mósúl og frægum bænaturni við hana. Það áratug eftir að bardögum borgina linnti. Mósúl var tíma aðalbækistöð samtakana sem kenna sig við íslamskt ríki og síðasta vígi samtakana í Írak. Það að verða áratugur síðan bardugum linnti í Mósúl. Stórir hlutar borgarinnar voru þá í rúst, þar á meðal Al-Nuri moskan og hinn frægi Al-Hadba bænaturn sem var reistur seint á 12. öld og sprengdu niður sumarið 2017. Endurbygging þessara sögufrægu mannvirkja og annara í borginni hófst árið eftir og hefur staðið linnulaust síðan þá. بدن المئذنة من الداخل احتاج 97,000 طابوقة حديثة. من الخارج 26,000 طابوقة من القديم. استخدمناها بالزخارف اللي زين بدن المئذنة. بهاي الحالة حافظنا على أثرية وتراثية المئذنة من ناحية تاريخية. UNESCO, mennta, vísinda og menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur staðið fyrir þessu verkefni með stuðningi frá Evrópusambandinu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. The idea was to work in parallel on meaningful monuments for the city, but then also to bring the life back to the city. يعني تحس حتى الروحانية واحد نفسيته ترتاح، يشوف شلون هاي المئذنة صعدت عانقت السماء وأهل الموصل كلها يشوفوها رجع كما كان إن شاء الله أحسن من قبل. Auk moskunar og bænaturnsins hefur Al-Tahira kirkjan verið endurbyggð sem á fleiri mannvirki og á annað 100 íbúðarhús í miðborg Mósúl. والله بعد يعوزة حيل يعوزة ناس القدماء يرجعون. ما نقولش يعني إخواننا النصارى مثلا يرجعون على بيوتهم على مناطقهم يرجعون ماكو. سعودي شايف منطقة الساعة كلها فارغة ما في أحد. Íslenskir mjólkurbændur gætu bætt afkomu sína meira en 3 milljarða króna á ári ef íslenska kúastofninum yrði skipt út fyrir norrænt kyn samkvæmt nýrri rannsókn Landbúnaðarháskólans. Skiptar skoðanir eru meðal bænda sem sumir óttast blöndun við íslenska kynið. Íslenska kúakynið hefur fylgt íslenskum bændum nær alla tíð og tekið litlum breytingum en nú telja sumir bændur ástæðu til að skoða meiri fjölbreytni í fjósunum. Þannig að það sem við erum að sækjast eftir, það er að við viljum fá svona háfættari kýr, það er mikill galli að það júrið séu svona nálægt jörðinni, sko. Síðan náttúrulega er að þær séu náttúrulega mjólki vel, mikið og haldi vel á sér sem kallað fari upp í talsverðan nyt og séu þar alltaf lengi, sko. Í nýrri rannsókn Landbúnaðarháskólans kemur fram að ef öllum íslenskum kúm yrði skipt út fyrir annað norrænt kúakyn væri hægt að fækka mjólkandi kúm 10.000 en fá þó jafn marga lítra mjólk og þær íslensku gefa í dag. Ekki nóg með það heldur væri hægt að hagræða rúma 3 milljarða í rekstri bænda á ári, þar sem önnur kúakyn eru oft við betri heilsu og mjólka mun meira. Bændur hafa ýmsar skoðanir á þessu, auðvitað horfa mjög margir á rekstur búa sinna og ef þeir eiga mögulega í erfiðleikum að sjá þarna tækifæri á að bæta sína afkomu þá eðlilega eru margir áhugasamir. Svo eru aðrir sem hafa töluverðar áhyggjur bæði að kúastofnunum og sjúkdómastöðunni og öðru. Kynbætur á íslenska stofnunum hafa verið til bóta í gegnum árin en færri gripir og minna genamengi til að vinna með þýðir að þær íslensku hafa að sumuleyti helst úr lestinni. Út af smæð íslenska stofnsins þá náðu við aldrei alveg jafn miklum árangri þó að við notum bestu mögulegu aðferðir til þess. Baldur Helgi segir að niðurstöður rannsóknarinnar gefi tilefni til að ræða fyrir alvöru blöndun í stofninum. En þarna hefur verið vandað til verka og niðurstöðunar eru mjög skýrar og það er mjög afgerandi munur. Og Baldur segir að innflutningur Angus nautgripa til kjötframleiðslu hafi einnig lagt grunninn að þessu. Hann hafi tekist vel og ógni ekki varðveislu íslenska kynsins.
greinin mun ekki þrífast til framtíðar nema það sé svona efnahagslegar undirstöður hennar séu traustar. Og þessu næst ætlar Einar Örn Jónsson að segja okkur hvað verður í íþróttafréttum í kvöld. Öllum leikjum kvöldsins í bikarkeppni kvenna í handbolta hefur verið frestað vegna veðurhamsins sem gengur yfir landið og farið fram að óbreyttu annað kvöld. Ein afleiðingar þessa að IBVF og Valur mætast með 36 klukkutíma millibili í sitt hvoru mótinu. Félagaskipti körfuboltamannanna Luka Doncic og Anthony Davis í NBA-deildinni varpa ljósi á það réttindaleysi sem flest íþróttafólk vestanhafs býr við. Hvorugur vissi af skiptunum fyrir þau voru garð gengin. Emotionally was really hard. I was in shock, obviously. Og spænski áhrifavaldurinn Ulsu Rípol nálgast markmið sitt að ljúka 7 maraþonhlaupum á 7 dögum í 7 heimsálfum óðfluga. Hún hefur unnið 6 hlaupana. Íþróttir eftir andartak. Og áður en við kveðjum ykkur á fréttastofunni þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hættustig og rauðar viðvaranir eru í gildi á nær öllu landinu vegna veðurs. Mikið var foktjón á suðvesturhorni landsins. Viðbragðsaðilar hafa það sem af degi sinnt yfir 200 verkefnum vegna veðurs. Stýrivextir voru lækkaðir 0,5% í dag. Seðlabankastjóri segir spennuna í þjóðarbúinu í rénun. Peningastefnan hafi virkað á verðbólguna. Fjöldi fólks lagði í dag blóm og kerti við skóla í Örebró þar sem mannskæðasta skotárás í sögu Svíþjóðar var framin í gær. Íslenskar mjólkurkýr eru margfalt afkastaminni en frænkur þeirra á hinum Norðurlöndunum. Kúabændur telja sumir tímabært að skoða innflutning erlendra kúa hingað til lands. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Og við minnum ykkur á það sem fram hefur komið í þessum fréttatíma að vera ekki á ferðinni nema að kynna ykkur vel og vandlega veðurspána og hvort það megi vera á ferðinni. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Aðeins 1 ár í vetrarólympíuleikana í Milano og Cortina d'Ampezzo á Ítalíu. En besta skíðafólk heims mætir strax til leiks á HM í sínum greinum í febrúar og mars. Og RÚV mun á næstu vikum sýna beint frá keppni í HM í alpagreinum, HM í skíðaskotfimi og HM í skíðagöngu. HM á skíðum 7. febrúar til 9. mars á RÚV. Allir vinsælustu gististaðirnir á Tenerife á sérkjörum hjá okkur. Tryggðu þér betra verð til drauma eyjunnar í sumar.